Góðan dag, góður hlustendur. Í dag laufskálinn sendur frá KFUM-húsinu við Holtaveg. Gestur okkar í dag búsettur í Danmörku en staddur á Íslandum þessar mundir. Hann kristniboði og prestur. Hann fór á kristniboðaskóla í Noregi og síðan árið 1954 fór hann í kristniboð til Eþíópíu. Núna í byrjun þessa árs, 45 árum síðar, heimsótti hann Konsó-þjóðflokkin í Eþíópíu aftur. Felix Ólafsson, vertu velkomin í Laufskálan. Takk. Svona aðeins bara til að byrja, hvenær kynntistu trúboði? Ég var raun og veru mjög ungur og ég kynntist í KFUM, svo þetta velvalinn staður hvað það snertir. Ég var unglingur í KFUM og þá var mikið rætt kristniboð í lok heimsstyrjaldar og árunum eftir heimsstyrjaldina. Ólafur Ólafsson sem hefði verið í Kína, hann hafði vakið áhuga á málefninu og ég ákvað mjög snemma að gerast kristniboði og fór svo til Noregs 1946, ári eftir að styrjöldin var lokið. Ég var þá tæplega 17 ára gamall og innritaðist á kristniboðsskólann í Oslo. Varstu þá búinn að ákveða fyrir löngu síðan að þú ætlaðir að gera þetta? Nei. Varstu ungur drengur í KFUM? Ég var ungur, ég hafði verið í KFUM síðan ég var barn og átti það marga góða vini. En þessi ákvörðun var ekki mjög gömul í huga mínum. Hins vegar hafði ég, frá því ég var mjög ungur, hugsað mér að verða prestur eða leggja það fyrir mig að predika. Hvernig sem maður vill útstýra það, en það kemur nú snemma. En ég fór sem sagt á skólan vegna þess að það var í fyrsta skipti sem að þessi skóli tók nýja nemendur eftir styrjöldina. Það hafði allt legið niðri eins og eðlilegt var. Noregur var jú á valdi Þjóðverja og þeir hefði ekki getað tekið neina nýja nemendur og svo átti skólinn að byrja aftur 1946 og við vorum þá 2 sem fóruð þangað og ég stundaði nám þær í 6 ár. Og að þeim 6 árum líðnum þá var komið að því að velja starfstað fyrir Íslendinga og það voru tímamót vegna þess að fram að því höfðu Íslendingar ekki haft sjálfstætt íslenskt kristniboð. Ólafur Ólafsson og Jóhann Hannesson, prófessor, höfðu báðir verið í Kína, launaðir frá Íslandi en algjörlega á vegu Norðmanna. Ennþá verið að fara í kristniboð? Já, svo sannarlega, en með allt öðrum hætti. Kristniboð raun og veru öðru vísi eins og eðlilegt því að þjóðfélagið hefur breyst, heimurinn hefur breyst og til dæmis, við tökum það sem ég þekki best, starfið í Eþíópíu. Við fórum þangað upp á gamla mátann, félagið hafði starfað í Kína og svo lokaðist Kína 1948, allir mótmælenda kristniboðar, allir kristniboðar voru reknir út fyrir Kína og margir fóru þá til Austur-Afríku og þar voru opna dyr, þar var mikið að gerast, mikil þörf á boðun vegna þess að þjóðfélagið væri mikil mótun þar og voru það svo á næstu árum þegar nýlendurnar lögðust niður. Var það þess vegna sem að þið voruð sendir þangað? Já, það kom einlega beiðni frá sænsku kristniboðsfélagi sem hafði starfað í Eþíópíu mörg ár. Að nú væru dyr það svo opnar og svo mikil þörf á að nota tækifæri sem nú fyrir hendi að koma til móts við þau verkefni sem þar voru. Svo þeir báðu félögin í Noregi að senda starfsfólk þangað. Og þeir fyrstu norsku kristniboðarnir, þeir komu til Eþíópíu haustið 1948 og hófu starf byrjun árs 49. Og við komum svo 5 árum seinna, við fórum hérðan í janúar 53. Við vorum við hjónin sem fyrstu íslensku kristniboðarnir sem áttum að fara þangað í desember 52. Þannig að kona þín fór með? Já. Hvenær kynntist þú henni? Við kynntumst nánast bréflega
því að ég var jú hérna sem sagt í Nóri, en við hefðum hist og við fórum svo að skrifast á og kynntust, og hún kom síðasta ári sem ég var á félög, var hún þar líka. Og svo... Hvað heitir hún? Hún hét Kristín Guðlaugsdóttir, hún dáin. En við fylgdumst að bæði þarna úti og síðan í öllum þeim prestskapar árum sem ég haft. Ég hef verið prestur í 35 ár. Hvernig var tekið á móti ykkur þarna úti? Var þetta á tímum Haile Selassie? Hvernig var tekið á móti ykkur? Þetta var á tímum keisarans og á miklum umbrotatími. Nú var spurningin sko hvernig kristniboð hefur breyst. Við getum bara að hugsa okkar Afríku, þegar við komum þangað allar þessar gömlu nýlendur ennþá. Löndin heita öðrum nöfnum heldur en þau heita í dag. Eþjópía var 1 af 2 eða 3 löndum Afríku sem aldrei hefur verið nýlendar. Ítalir hefur ráðar hernumi landið í 5 ár. En Eþjópía hafði alltaf verið sjálfstætt keisararíki frá gamalli tíð. Og keisarinn, hvað sem hafa verið sagt og hvernig sem hans saga verið dæmd, þá vildi hann opna landið fyrir 9 áhrifum og vildi styðja allt sem gat orðið til þess að efla menningu þjóðarinnar og leiða hana inn á nýja brautir. Hafði mikinn á því að þeir eru byggðir skólar, sjúkrahús og sjúkrastíli eða heilsugæslustöðvar og hann var þess vegna mjög jákvæður gagnvart því að sérstaklega kristniboðar frá Norðurlöndum kæmu til starfa í Eþjópíu og greiddi götu þeirra. Af hverju endilega frá Norðurlöndum? Já, það er skemmtileg spurning. Það er vegna þess að hann hafði kynnst þessu í gegnum sænsku kristniboðana sem þeir hófu starf í Norður Eþjópíu eða niður við ströndina þegar þeir fengu ekki leyfi til að koma inn í sjálft landið 1868. En á þessum árum var Haile Selassie ungur maður og alast upp. Hann kynntist þessum mönnum og þeirra starfi og sá fljótlega hvaða gagn þjóðin gæti haft þeim, og þegar hann kom til valda þá var það eitt hans fyrsta verk og meðan þá var bara ríkisstjóri, getum við kallað, að fara til Evrópu. Það var 1924 og eitt fyrsta landi sem hann óskaði eftir að heimsækja, það var Svíþjóð. En hvernig, þegar þú kemur þarna og þú talar þarna áðan að Haile Selassie hafi átt að segja hvaða gagn væri hægt að hafa af kristniboði. Þegar þú kemur þarna, hvað gerir þið og hvaða fólk eru þið að kynnast? Eins og ég sagði, þá höfðu Norðmenn verið þarna í 5 ár þegar við komum og allt var að fara með samningum við yfirvöldin, við keisarann persónlega, hann blandaði sér nú mikið inn í öll mál og Norðmenn fengu starfsvæði, ákveði héruð þess að þeir máttu starfa og þeir byrjuði fyrst á 3 stöðum, svo var þess óskað, þeir færðu út kvíarnar fljótlega og þá fer aðalframkvæmdastjóri norska félagsins í ferð til Eþjópíu og meðal annars fær viðtal við keisarann og hann hafði þá lofað því að hafa Íslendinga í huga og reyna að finna starfsvæði sem gæti hentað. Við vissum það að það þyrfti að vera á svæði Norðmanna vegna þess að þeir hafðu opinberlega starfsleyfi í Eþjópíu. En það átti samtímis að vera þannig að það gæti nokkur leyti verið sjálfstæður lítill íslenskur akkur. Og hann kom svo aftur heim í febrúar 1952 og segir okkur frá því að í viðræðum við kristniboðan hann úti og fólk sem að þekkti til, þá hefðu þeir orðið sammála að bjóða okkur starf í Konsó sem var lítið hérað og lítið hérað í suðvestur Eþjópíu. Hafði verið ákaflega einangrað alla tíð og menn vissir raun og verið lítið Konsó þjóðflokkin, fáir hvítir menn höfðu verið þar.
En þetta var sjálfstæður þjóðflokkur sem hafði orð fyrir að vera ákaflega duglegur og starfsamur. Svertingjar og Afríkumenn voru nú yfirleitt fóru hægt í sækirna þegar vinnu var að ræða, en þeir unnu svo þrælar fyrir sjálfans í þessi þjóðflokkur. Líktist Íslendingur svolítið í því að þetta ákaflega sjálfstrutt hérað og fátæktin var og mikil, en þeir stunduðu sinn landbúnað í brekkunum, í grýttri jörð og voru frægir fyrir það, þekktir fyrir það. Á hvað trúðu þeir eða trúa þeir? Ég að hugsa þarna komið þið og eruð með kristni boð, en hver var þeirra trú sem var þarna fyrir? Það var hvað á að kalla það, eins konar trú á andaverur og á máttarvöld í stokkum og steinum, mjög frumstæður animismi eins og að kallast, eins og hjá mörgum frumstæðum Afríkuþjóðum, eða var. Þetta nú allt saman á mjög hræðri breytingu. Það sem það skemmtilega við þetta einstaka tímabil, það má segja að þetta sé mjög einstakt tímabil í sögu mótmælanda kristniboðs og lútersk kristniboðs. Við komum þarna þegar þetta allt, breytingarnar við dyrnar. Nýlenduríkin að lognast út af, þetta landið svo Eþjópía að opnast, en ennþá eru áhrifin utan frá ekki komin. Svo við fáum að koma þarna eins og þeir fyrstu. Allt gjörbreytt í dag. Nú ég mitt hef verið þarna. Og það var geysilegt tækifæri. Það fyrsta sem við gerðum, það var auðvitað að veita hjálp. Opna skóla frá byrjun, og sá skóli enn og mjög virkur þannig. Og sjúkraskýli. Að vísu þá höfðum við enga hjúkrunarkonu með, kona mín var ekki hjúkrunarkona, en hafði verið á námskeiðum í Noregi og gerði allt sem í hennar valdi stóð. Hún hafði lítið barn líka, svona það var að taka að sér eða sjáum, en hún frá fyrsta degi þá reyndi hún að koma til móts við óski fólks, því það streymdi að þegar það vissi að við vorum komið með sár og sjúkdóma En voru þið komið með fjölskyldi? Voru þið komið með barn? Já, við giftum okkur hér heima í nóvember 52 og vorum svo vígð í desember og fórum að stað í janúar. En vorum fyrst nokkra mánuði í Englandi við málanám. Og svo undirbúning í Addis Abeba líka, og svo komum við alltaf 54 til. Og voru þið komið með hvað mörg börn? Við vorum bara með eitt dreng. En þetta fólk þarna, og þeirra trú, hvernig stundu þeir þessa trú? Hvernig, ég að hugsa svona hvort þetta hafi verið mjög framandi kristniboðið hjá þeim? Þetta skemmtileg spurning, altså því að nú svo langt liðið frá fyrstu byrjun að meðal kristniboðana líka hámenntaði menn og þó nokkur sem hafa tekið doktorgráðan í því að rannsaka þjóðlíf og hérna óskrifuðu sögu þessara þjóðflokka. Og flestum trúarsérfræðingum vísindamönnum ber saman að meðal flestra þjóðflokka Afríku, allra, sem að hafa annars seinni tíð og sístu öldum, altså við það sem við kallum animistar, altså þeir hafa vitundina einn Guð. En þeir álíta að hann hafi engan áhuga þeim og þeir hafi algjörlega mist samband við hann. Það er guðleysi, en allt annars konar guðleysi en það er nútíma guðleysi sem við þekkjum hér heima. Það er guðleysi vanþekkingar. Og svo þetta fólk, þegar við komum með hjálp líka, hagkvæma hjálp, þá þeir ákaflega opnir. Og þegar við segjum frá því sem við höfum að flytja, þá hlustaði þarna. Og það verður þarna geysi mikil hreyfing sem eiginlega nær því einstæði á þessari öld að minnsta kosti. Að í dag lúterska kirkjan í Eþjópíu, hún til næri 3 milljónir meðlima. Og konsorþjóðflokkurinn, sem er 180.000 manns, þar eru í dag tæplega 30.000 kristni menn. Það var ekki einn þegar ég kom þangað. Og voru þeir þá alveg tilbúnir til að hlusta og tilbúnir til að taka við ykkar boðskap, fólkið? Já,
það er erfitt að dæma hvernig menn eru tilbúin til þess, en fyrstu 2 árin gerðist lítið annað en það að ég rak skólan, ég var að reyna að byrja að byggja fyrstu húsin og ég fór eins og ég gat í heimsóknum út í þorpin. Við sendum mjög fljótlega beiðni heim að þeirri send hjúkrunarkona, svo hjúkrunarstarfi gæti eflst, og hún kom út í ágúst 55 og vorið 56 skeður svo hinn mikla breyting að þá kemur maður til mín einn morgun þar sem ég er að vinna við skólabygginguna og kom svo maður og segist vilja verða kristinn og ég sagði það væri ágætt því að það kom nú ýmsi svona og sögðu svipað við mig og hafði það eitt í huga að biðja mig eitthvað svo ég tók hann ekki alvarlega en sagði það er mjög ánægilegt og þú skal bara koma hérna á sunnudaginn þá hef ég guðþjónustu hérna í skólanum og svo getum við talað saman. Ég bjóst ekki við myndi sjá hann aftur en hann satt þar á fyrsta bekk og þegar guðþjónustu var búin þá sagði nú get ég ekki beðið lengur og ég hef tekið þessa ákvörðun þá verður það að sté því annars getur eitthvað illt hafist af. Hann var og ég fekk þá alla hans sögu, hann var voldugur, andlegur leiðtogi í sínu þorpi. Hann var það sem kallast galítja þegar máli, töframaður myndum við segja, og hafði mikil andleg völd í sínu þorpi. Og hann álít út frá sinni skoðun að þegar hann var búinn að taka þessa ákvörðun, þá er það stór hættulegt fyrir sig að gera ekki hreins ekki til og losa sig við allt það sem til hans fyrir trú. En honum var full alvara. Og þá sagði ég, þá kem ég eftir hádegi í dag til þín. Það var það fyrsta. Og ég var auðvitað jafn óreyndur og hann. Og hvernig fer svona fram? Er hann þá skýrður? Nei. Það hefur nú langan aðdragandi. Nei, ég fór bara í heimsókn þangað og þetta er nú saga sem ég hef nú skráð áður. En vegna þess að hún er svo þekkt, þá vil ég segja hana og vegna þess að hann lifir enn. Og við hittumst og vorum saman nokkur skiptir núna. Ég kom þangað með tólk og við rættum ákaflega blátt áfram saman. Fjölskyldan var þar öll saman komin. Það er erfitt að lýsa í fljótu bragði hvernig þessi heimili eru í þessum litlu þröngu þorpum. Það eru 2-3 kofar með girðingi kring. Göturnar í þorpinu eru mjóar og því ég gekk í gegnum þorpið þá sá ég ekki eitt andlit. Þorpið hafði bókstaflega tæmst til földu sig. Því að hann var, sem sagt, voldugur leiðtogi í þessu þorpi. Og þegar hann hafði tekið þessa ákvörðun, þá væri það svo alvarlegur hlutur og svo hættulegt að nú myndi eitthvað hræðilegt ske. Það var þeirra samfæring. Og við komum sem sagt þarna og fjölskyldan beið okkar og við töluðum saman, óskur Ólaf, ég sagði nú kem ég til þín eftir þínu beiðni í nafni Jesú Krist sem við trúum á og ég ætla að biðja til hans og svo tæmum við þessa hluti sem að verða að fara út úr þínu húsi og svo fer ég og svo skal þú bara koma til Kristniboðsstöðvarinnar í fyrramálið og segja mig hvernig þið líður. Það hljómar nú ósköp blátt af hann en þetta voru, og það hefur sýnt sig seinna, þetta var bylting, andleg bylting. Því að þetta var nú heilmikið að tæma að fjala allar þessa merkilegu hluti. Hann hafði fórnað dýrum þarna og hann hafði haft alls konar særingar við framið. Það var eitt af húsunum á hans heimil sem var alveg galítja hús sem þið kallaði. Og það voru 2 tré fyrir utan girðinguna sem voru helguð þessum særingum og þau urðum við að högga niður. Allt sem gat brunni bárum við út á haugana fyrir utan Þórsvegginn og brendu því. Og svo fórum við bara, ég og túlkurinn. Og næsta morgun þá kemur hann. Ekki einn, heldur með hópa fólki á eftir sér úr þorpinu. Og ég var nú satt að segja, hann að gleyma þeirri hlið málsins. En hann myndi það allt þegar við tölum saman núna. Hann er á nýræðis aldri. Sagði sjálfur, ég held ég sé 100 ára, sagði hann, því ég spurði hann hvað hann væri norðan gamall.
Nei, sagði ég, þú varst nú ekki svo mikið eldri en ég, en hann er orðanlega rúmlega 8 ára. Og svo sagði ég við hann, en þú hefur fengið að lifa svona lengi vegna þess að allir í þorpinu héldu myndi deyja þessa fyrstu nótt. Og þá hló hann og hann var sammála því. Kom fólki með honum þess vegna? Kom nefnilega með honum heill hópur sem sagði að fyrst að honum hefði liðið svona vel þessa nótt og ekkert skeð. Þá er vissulega þetta nafn meira virði heldur en það sem þeir höfðu treyst á og reyndar. Þið kallaði hann Seitan andan. Það er sennilega nafn sem þeir hafa annarkvort frá einhverjum gamalli þekkingu, gömlum sögum eða þá frá Íslam. En hvernig, þú sagðir frá að þið fjarlægðu hluti og hjöggunniðu tré. Hvaða breytingu hafði þetta í för með sér fyrir til dæmis þorpið? Hættu fólki þá að stunda, ég reikna með því að hafi stunda þá einhverja messur eða eitthvað í tengslum við sínum trúarbrögð. Breytist þetta þá alveg í þorpinu? Ekki á einum degi til næsta. Það tók langan tíma, en þetta var byrjun. Það var eins og eitthvað líkist upp fyrir þeim. Því að svo trú sem að þetta fólk hafði í daglegu lífi og trú er mikill hluti af lífi Afríkumanna. Allt öðru sem okkar Vesturlanda búa í dag. Þeir gerir ekki greinamun á daglegu lífi eða stjórnmálum og trú, það er eitt. Allt lífið vafið inn í trúarlega skoðanir. En hjá þeim var þetta trú óttans mest. Þessi öfl svo sterk sem þeir trú á og þeir eru sættir við það. Þeir biðja ekki andana að koma og hjálpa sér. Þeir biðja það þegar sjúkdómur kemur stegar að eitthvað að halda sér burtu. Gefa þeim frið, leyfa þeim að vera í friði. Og svo sjá þeir allt í þarna er einhver sem vill gjarnan vera hjá þeim að hjálpa þeim. Og það kom sem sagt tölverður hópur og Bersia hann heitir Bersia sem maður. Hann myndi mig á það að þeir höfðu þannig fyrstu víkuna höfðu þeir að mestu leyti búið á stöðinni hjá mér. Það mun vera alveg rétt hjá honum. Þeir voru að minnsta kosti mikið þar. Og það mun hafa verið 20-30 manns sem að báðu mig þá að fara einstað hjá þeim. Þeir voru að vísu höfðu ekki allt það sem hann hafði. Þeir voru bara, en þeir höfðu helgar hluti sem að vildu losna við. Og svo þetta barst svo til annarra þorpa, svo að næstu 2 árin, það sem ég átti eftir að vera þarna, við fórum heim snemma árs 58, það var alveg afskaplega góðu tími, skemmtilegu tími. Það fjölgaði mikið við guðþjónustunar. Það var alltaf verið að biðja mig að koma út í þorpin, sérstaklega þetta þorp sem heitir Dokotto. Og fjarlæga einhverja hluti, biðja, blessa húsið, bóstarlega, heimilið, til þess að það mætti Guð koma inn, drottinn. Hvað kom til að þú ákvaðst að fara aftur að heimsækja þau svona löngu síðar? Við höfum alltaf ætlað okkur að fara aftur til Eþíópíu, en við vorum auðvitað mjög þreytt eftir fyrsta erfiða tíman, sem var brautryðjandi tími. Svo við vorum ekki undirbúin undir að fara strax. Og þá var æxlaðist þannig að það fóru aðrir og starfið hér á Íslandi blómgaðist mjög á þessum tíma. Og það var margt ungt fólk sem mjög gjarnan vildi fara til starfið í Eþíópíu. Og þeir sem komu á eftir okkur, þeir hafa unnið mikið og gott starf. Og það eldist ótrúlega fljótt eftir þeim sem fjölgaði þarna úti. Og þess vegna var það svo að við ílengdumst hér heima. Ég fór í guðfræðideildina og tók guðfræðipróf hér og var prestur hér í Reykjavík fyrst og hefur sem sagt verið prestur óslítið í 35 ár, enda aldrei óvinnilegan feril þegar ég hef verið prestur í Kaupmannahöfn í 27 ár. Af hverju? Það er erfitt að segja, en eftir að mista okkur þá sé ég að þetta hefur verið ákvæmlega ríkt og gott líf sem ég fékk að þennan hátt. Ég kannski fór vegna þess að ég
saknaði aldrei þess sem ég hafði verið við og við hafði verið við í byrjun og það var svolítið erfitt en það hefur verið afskaplega ríkt líf sem við höfum átt á þennan hátt og að vera prestur í stæðstu borg Norðurlanda þar sem að nútíma guðleysi sé einna mest, það skemmtilegt eftir að hafa verið út í Afríku Já, þú hefur áður minnst á í okkar spjalli hérna nútíma guðleysi, ég er ekki alveg vissum að ég átti mig á hvað þú ert að meina, getur útskýrt það? Já, við þá miklu andlegu breytingu sem að ske á öllum Norðurlöndum og kannski hef ég þetta sterkar fyrir í huga heldur en þið að sem ég kem frá Kaupmannahöfn. Ég ekki vissum að ég þekki nógu vel til hlutana hérna heima til þess en ég meina þá beinlinis að við höfum þetta fyrirbæri sem nýtt í okkar þjóðfélagi líka að það til fólk sem að lifir og virðist lifa bara nokkuð góðu lífi alveg á þess að reikna með það sé nokkuð guð til. Það hafi Íslendingar ekki gert fyrir innan þessa öld. Síðustu aldamót þá vissu allir að það væri þá einn guð og hvað maður ætti að gera að maður væri vandastatur. En í Danmörku þá hefur síðan þessi mikla menningarbylting sem maður hætti tala 68 þá það skeð að það hefur vaxið upp heil kynslóð í Danmörku sem hefur fengið ákala litla snertingu við kristendóm og bara veit alla hvað það börn þessa fólk sem var ungt þarna á 7. aldarinnar það nú orðið fullorðið og ákala leitandi en foreldrar þeirra oft höfnuð þessu öllu saman. En það sýnir sig að þá maður, það getur maður kannski eitt líða svo, en svo kemur þörfin og verður sterkari og sterkari. Og þegar ég tala nútíma guðleysi, þá á ég við fólk sem að bókstaflega ekki, annarkvort jafnþekkingarlaust af því hvað kristendómur og þessi setningar sem ég var að heimsækja, það veit bókstaflega ekki hvað að ræða. Og þá leita það allt mögulegt annað. Og eitt af því sem að ég veit ekki hvernig það hér, en eitt sem orðið mjög áberandi í Danmörku og sérstaklega og jafnvel inn í kirkjunni, það ný tegund af endurholgunar trú. Ekki inkarnasjóns, heldur, hvað heitir það nú? Að fólk fæðist aftur eins og í hinduismannum. Það bara alveg ný gerðaði. Því að það að fæðast aftur og í nýju lífi það hjá hindúum refsing fyrir að lífið hefur ekki lifað eins og átt að lifa því og þess vegna verða að fá einhverja verri tilveru kannski næst og það þess vegna sem svo erfitt að breyta í þjóðlífin á Indlandi vegna þess að hver maður hefur sinn karma og hann verður að fá að hafa það því að það til þess að hann líður svo betur í næsta lífi og það sem þeir vilja ná með þessu, það að hverfa, verða engu, það upp í nirvana. Það þeirra frelsun. En nú hafa þessir, sem ég kalla nútíma guðleysingjar, hér, því það ekki annað. Þeir halda að með því að vera nú nógu góðir og lifa nú nógu góðu lífi sjálfur, þá geti þeir orðið sælir. Hægst í betra lífi og án þess að fá Guð sjálf til þess. En þá var gaman að velta fyrir sig að því þú varst nú að fara þarna að heimsækja Kons- og þjóðflokkinn og hittir gamla félaga. Já. Þegar þú fóst héðan fyrir þessum 40 og eitthvað árum og fóst í kristnibúið þangað en núna varst að fara frá þessu nútíma guðleysi hér og til þeirra, hvernig trúin hjá þeim núna? Er eitthvað nútíma guðleysi hjá þeim? Nei, en gamaldags guðleysi þetta til í Afríka en þá. Hins vegar fram að þessu hafa dyr verið mjög opna og fólk verið mjög fúst á að hlusta á boðskap kristindómsins í Afríku. Þetta getur breyst fljótlega. Ég veit ekki hve lengi þeir möguleika verða sem hafa verið þar. Því að nú breytist allt mjög fljótt í Afríku. Það mjög sterk öfl frá utan að þessum. En þú spurðir áðan hvers vegna ég hefði farið núna. Konan mín dó fyrir 1,5 ára síðan. Við höfum lifað
eins og ég segi, góðu og ríku lífi þarna og eiginlega aldrei hugkvæmst að ég myndi eiga eftir að fara út aftur. Vegna þess að ég vissi að það voru svo margir aðrir sem það unnu gott starf og ég hafði nóg að gera. En svo var þetta einhvern veginn ljóst fyrir mér að nú væri komin tími til þess að ég sæi hvernig þetta væri raun og veru með eigin augum. Og ég fór, það er nú ósköp einfalt í dag, það tók okkur mánuð að sigla þangað út fyrir 46 árum. Ég flaug þetta núna með Alitalia á nokkrum klukkstundum og var svo komið hann allt í einu og það var stórkostlega reynsla. Og það undursamlegasta var nú að svertingjar sem eru nú vanir sko ekki skrifaðri sögur eins og Íslendingar heldur að segja hver öðrum söguna. Þeir höfðu svo lífandi fyrir sig, þeir sem höfðu munað og verið í byrjun. Hvernig þetta byrjaði? Unga fólki aftur á móti sem aldrei hefði séð mig og aldrei upplifað byrjunina höfðu geysilegan áhuga á því að sjá mannin sem hefði verið þetta fyrstur þegar allt var öðruvísi og vildu hlusta á hvað ég hefði að segja hvernig það hefði verið í Konsulþorpunum þá. Líður þessu fólki vel núna? Það ýmislegt. Fátæktin óskapleg þarna ennþá. Gamli Galician til dæmis og ég hefði nú gaman að því. Hann lifir nákvæmlega á sama heimilinu og fyrir 40 ára síðan. Í sama fátæka þorpinu, sömu aðstæður. Það var eitthvað innan í mér sem hafði gaman að þessu vegna þess að við fáum stundum, það er ýmsir sem segja í fávisku myndi ég segja, að boðum kristendóm sem væri eyðilegginga gömlum og friðsælum kultúr eða menningu. Það er nú sko eitthvað annað. En það sýndi sig að það hefði ekki breytt neinu fyrir honum. Annað en hann var afskaplega hamingjusamur maður, lífði rólu og lífið þarna og hafði mikil áhrif vegna þess að menn virtu hann enn. Hann hafði einu sinni verið andlegur leiðtogi og ég má bara bæta við að þar voru nú 3 kynslóðir sem ég hitt á þessu heimili. Það var hann og hann lifði eins og hann hafði gert en svo voru breytingarnar komnar og synir hans, hann átti 2 syni og þeir voru báðir velmenntaðir menn. Annar þeirra var skólastjóri í skólan sem ég hafði stofnað. Það var nú annar nemandi minn sem hafði verið skólastjóri þegar í 27 ár. Nú var hann hættur og sonur bæri sér að tekið við. Hinn sonur hans var kennari við það sem þeir kalla secondary school. Það er sennilega gagnfræðastigið eða svona. Já. Og svo átti hann, þarna seinni sonurinn, hann átti 16-17 ára gamlan son sem satt hann undir Bárjárs plötu á milli kofana og las sína leksjur og hann var nemandi í framhaldsskólanum. Hvað með dætur? Jú, þær voru þarna líka og það gengur hægar að sjálfsögðu með konundar en það er eitt af því sem að til dæmis ég kynntist þarna núna, það er nú kirkja, það er kirkjan sem að stjórna þessu öllu saman í dag, ekki kristnubóðar. Þeir eru að reyna að koma að stað, konuna sjálfur að reyna að koma að stað starfi og það er sumstaðar að byrja að hafa opnað svona verslun og að selja sína vefnað og sína vörur. Ég hef með mér bæði dúk og vesti sem að selja úr kons og bómull. Þetta er skemmtilegt. Heldur þú talaðir þarna að hann hafi verið voldugur maður og hann var töframaður. Breyttust hans völd þegar hann tók þessa nýju trú? Var hann jafn voldugur eftir? Ég held að hans persónulega vald, hans andlega áhrif hafa verið mikil allt til þessa dags. Hann fylgdi mér þarna töluvert eftir að ég hélt þarna stóra samkomi í þessu þorpi. Það er hluta þorpsins, þetta er stórt þorp. Og þá gekk gamli maðurinn eftir mér og fylgdi mér það og fólk virðir hann. Og alltaf þegar einhverjir útlendingar hafa komið þarna til konsul þá þurfa að vera alltaf að heimsækja bara sjá heilsum á hann. Svo það held ég að sé, en það er kannski hitt sem skiptir meira máli, að ég tók eftir því að það var ekki nokkuð maður sem myndist á þessa töframenn í dag. Eru þeir alveg horfnir? Og fyrst síðast rétt áður en ég fór, þá spyr ég unga menn sem voru mikið með mér, velmenntaða unga menn sem eru að taka við
stjórn starfsins. Hvað er orðum ykkar töframenn? Er þeir ekki til lengur? Og þá sagði jú, þeir eru til í flestum þorpum, en þeir hafa mjög hægt sig. Það er fáir sem taka mjög alvarlega. Og þorps yfirvöldin hafa jafnvel í hótunum við þá. Ef þeir ekki hafi hægt sig og fari varlega með sína særingar, þá verður þeir reknur úr þorpinu. Er þetta talið gott eða vont? Margir myndu kannski segja að þarna væri búið að breyta þessari menningu. Ég er ekki viss að sé eingöngu kristendómur sem hefur gert það þegar það mist þessi völd. Það er bara það er miklu fleiri sem hafa fengið menntun, sem hafa kynst heiminu fyrir utan. Þegar ég kom þarna var að útstýra fyrir þeim hvað Ísland væri, þá gat ég sagt það er miklu lengra en Addis Abeba. Í dag vita allir það til land norður í höfum sem heitir Æsland. Allir þekkja Ísland þannig Konsum. Svo heimurinn hefur opnast fyrir þeim og þar með hverfi hjátrúin, já mikið af þessari hjátrú líka. Nei, það er ekki eingöngu kristendómur sem er breytti. En svo ertu staddur hér á Íslandi núna í heimsókn. Hvað ætlar að vera hér lengi og já? Ég verð bara í fáeina daga. Það er eingöngu til þess að segja áhuga mönnum kristnibóðsins frá því sem ég hef séð og reynd. Því að mér fannst það svo merkilegt að mér bæri skylda til þess að láta það berast hingað heim hvernig þetta allt saman lítur út í mínum augum. Ég fagna því sem hefur skeð og fagna því starfi sem hefur skeð þarna úti. En við megum ekki gleyma því Íslandingar. Þarna hefur okkur verið trúa fyrir nokkuð merkileg. Þetta er ekki, Konsó er ekkit annað en dóttur kirkja íslensku kirkjunar. Og þannig líta þeir á sig sjálfir. Felix Ólafsson, trúboði og prestur, ég ætla að þakka þér fyrir komin í Laufskálann. Ég þakka sömuleiðis fyrir þetta tækifæri.
settles your heart. Come on, baby, now. Come, baby, teach me. Yes, come, baby, and reach me. Let me live this life. Yeah, and I could be dreaming. one the house has. Everybody else has 3 and 4. Get him out here. Okay. Plug him in. Kevin, stay out here. I'm staying. Plug these guys in when they come out. Well, back in 1967 or 68, I heard a record called Music from Big Pink, and it changed my life. It changed the course of American music. Please welcome the band.
Yeah. Oh, the streets of Rome are filled with rubble. Ancient footprints are everywhere.